Þá ætlum við að kíkja aðeins á þáttun. Þáttun í raun og veru öfugt við að gera það sem við verðum að gera þegar við höfum verið að margfalda inn í svega eða margfalda saman 2 svega í staðunum. Við ætlum að skoða þetta fyrsta dæmið, 2x plus 6. 2x í raun, það ekki 2 sinnum x plus, og ef við þáttum töluna 6 þá það 2 sinnum 3. Og við sjáum strax að 2 á báðum stöðum, þá get ég tekið 2 út fyrir svega og skrifa það sem verður eftir inn í svegan. 2 eru farin út fyrir. Ég get prófað hvort ég hafi gert þetta rétt með því að einfaldlega að margfalda inn í svegan. Þessari hérna aðferð. 2 sinnum x eru 2x plus 2 sinnum 3 eru 6. Ef ég enda með það sama og ég byrjaði með, þá hef ég gert þetta rétt. Og það segir mér að þetta er rétt svar. Hérna í næsta dæmi sjáum við að það upsilon á báðum stöðum, þá get ég tekið upsilon út fyrir svega. Ég sé að það mínus inn í sveganum, ég má alveg skrifa hann strax. En get ég tekið eitthvað meira? Gengur 7 upp í 28? Jú, 28 er 7 sinnum 4, þá má ég líka taka 7 út fyrir svegan. Hvað lendir þá inn í sveganum? Upsilon, af því að 7 upsilon sinnum upsilon eru 7 upsilon í öðru. Og 4, af því að 7 upsilon sinnum 4 eru 28 upsilon. Við skulum prófa margfaldinni, og nú ætlum ég bara að margfalda beintinni. 7 upsilon sinnum upsilon eru 7 upsilon í öðru. Mínus af því að mínus, 4 sinnum 7 eru 28 og svo sinnum upsilon. Ég fæ það sama og ég byrjaði með. Hérna næst, þá eru í raun engin tala sem gengur upp í 2, 5 og 3, þannig ég tek bara x út fyrir svegan. Þá verða hérna 2x í öðru plus 5x mínus 3. Aftur skulum við margfalda inn í svegan. X sinnum 2x í öðru er 2x í þriðja. X sinnum 5x eru plus 5x í öðru. Og x sinnum mínus 3 eru mínus 3x. Ég fæ það sama og ég byrjaði með, og þar á leiðandi hef ég gert þetta rétt. Nú ætlum við að kíkja á hvernig við margföldum saman þáttum upp í 2 svega. Þá byrjum við að teikna upp 2 svega og þegar ég er með x framan í báðum svegunum, þá veit ég að þá koma x í öðru, þá veit ég að þá koma x framan í báða svegana. Síðan veit ég að það á að koma 16 hérna fyrir aftan, þá er búið að margfalda saman 2 tölur og fá út 16. Og þetta verður að vera sama talan af því að það vantar hérna miðjuna. Þannig ég verður að setja 4 og 4 og því þetta er mínus þá er þetta plus og mínus. Og samkvæmt samlokareglunni þá dettur miðjan út. Það vantar miðjuna hérna, því að það er miðja hér. Og hún dettur út vegna þess að við fáum út plus 4x og mínus 4x. Það dettur bara út, það er 0. Þess vegna verður miðjan ekki hérna á milli. Við getum margfaldað inn í x í öðru mínus 4x plus 4x mínus 16. Miðjan dettur út, x í öðru mínus 16. Við höfum gert það rétt. Hérna í næsta dæmi þá þurfum við að byrja á að taka út fyrir svegan. Það gerum við með því að taka 3 út fyrir svega. Þá verður eftir x í öðru mínus 9. Margir hætta hér, en það er hægt að halda áfram vegna þess að við erum með ferningstölu fyrir aftan, mínus og svo x í öðru. Það þýðir að við megum gera x mínus 3, x plus 3 á nákvæmlega sama hátt og við lestum þetta dæmi hér. Þetta er alveg sambærilegur svíi, þannig að við megum brjóta hann upp, hafa plus og mínus. Í síðasta dæminu þá erum við ekki með eins tölur, það er að segja, þar er miðja. Þá þurfum við að fara að velta fyrir okkur
hvernig við gerum þetta. Þá setjum við upp 2 sviga. Það er x í öðru, þá er x framan í báðum svigunum. Við sjáum að það er hérna 25 aftast. Það segir okkur að talan sem við margföldum saman er annarkvort 1 og 25 eða 5 og 5 því að það 25 á sér enga aðra deila nema 1, 5 og 25. Við sjáum strax að þetta getur ekki verið 1 og 25 því við getum aldrei búið til í samlagningu töluna 10. Þannig að þetta verður að vera 5. Og þá skoðum við formerkin. Fyrst að það er plús hérna aftast, þá er þetta annarkvort 2 mínustölur eða 2 plústölur. Ef þetta eru 2 plústölur, þá er þetta plús. En fyrst þetta er mínus, þá hljóta að vera 2 mínusar hér. Og það passar því að við leggjum saman 5 sinnum mínus x og 5 sinnum mínus x, 5x pluss 5x, hvoru tvekki mínus, þá fáum við mínus 10x. Og ef við margföldum inn í svegan, þá fáum við, svegana saman segja, þá fáum við x í öðru, mínus 5x pluss 25, x í öðru mínus 10x pluss 25. Við fáum það sem við byrjuðum með, þá höfum við gert þetta rétt. Og þetta er í raun og veru regla sem segir okkur að þegar við erum með 2 svega sem eru eins, annarkvort báðir í plús eða báðir í mínus og sömu tölur, þá margföldum við töluna saman og setjum hér, leggjum þar saman 2 og setjum hér. Og hér er þetta mínustölur, þess vegna verður þetta mínus. En þá er þessu lokið.